Hvernig staði hérna megin við skiltið á milli kassa. Ágætu gestir, það er ánægjulegt að vera hér í dag. Ég sem dómsmálaráðherra hef haft þá framtíðarsýn fyrir embætti sýslumanna að þau veiti alltaf framúrskarandi þjónustu og óháð búsetu og staðsetningu og hvar og hvenær sem er. Og mér er því sérstakt ánægjuefni að hafa fengið þetta verkefni að opna þennan nýja vef á Ísland.is og sjá sýslumannsembættin taka mjög stórt skref í stafrænni þjónustu ríkisins. Þessi nýji vefur mun bjóða upp á nýjungar í rafrænni þjónustu, svo sem spjallmenni sem hægt að spyrja ýmissa spurninga og einnig netspjall við starfsmenn embættanna ef spjallmennið er ekki að svara spurningunum. En á síðustu mánuðum hefur orðið gríðarleg aukning í þessari stafrænni þjónustu og sjálfsafgreiðslu lausnum hjá hinu opinbera. Og bara til að taka eitt dæmi að þá sóttu 80% sér sakavottorð í gegnum stafræna sjálfsafgreiðslu í stað þess að mæta á skrifstofur sýslumanna og þannig hafa 4.000 manns sparað sér sporin það sem af er ári. Það er auðvitað ýmis önnur þjónusta að verða rafræn og stafræn áður en langt líður. Aflýsingar eru nú orðnar stafrænar og það styttist verulega í þinglýsingarnar. En allt þetta og vefurinn sem við erum að opna hér í dag mun auðvelda aðgang almennings að öllum upplýsingum og þjónustu sýslumanna og það verður mjög ánægjulegt að fylgjast með þegar fleiri og fleiri þættir detta þar inn og þjónustan er að færast í aukið stafrænt form fyrir þá sem kjósa að nýta sér þær lausnir. En almennt er auðvitað hlutverk okkar stjórnmálamanna að einfalda líf fólks og tryggja að ríkið og þjónustofnanir þess dragist ekki aftur úr tilengi sér nýjar lausnir og nýja tækni og lagi sér líka að breyttum aðstæðum. Og ég býð þess vegna sýslumenn velkomna inn á Ísland.is og inn í framtíðina bara, ætla ég að segja, og ætla hérna að fara inn á vefinn sýslumenn.is sem leiðir okkur þá inn á þennan nýja vef Ísland.is og hér er komin Askur sem er að spjallmenni og getur svarað ýmsum spurningum þjónustuna og ég ætla að byrja að spyrja fyrstu spurningurinnar sem er hérna þarf ég mynd í ökuskírteinið því að það vita nú flestir að það er orðið rafrænt nú er þetta verið ekki að horfa hérna svona hvort hann geti svarað með því já, heldur betur. Ýmsar leiðbeiningar sem þarna koma fram og af því að hérna næst er sýslumaðurinn á Suðurlandi þá ætla ég að spyrja bottan, spjallmennið, hver það sé, hvort hann viti það líka. Já, heyrðu, það er Kristín Þórðardóttir og mynd líka. Þannig að spjallmennið er tilbúið til notkunar og ég bara býð sýslumenn til hamingju með þetta og Ísland.is og hlakka til að fylgjast með áframhaldandi stafrænni framtíðar þróun sýslumannsembættanna. Það fá að segja nokkur orð á þessu gleðilega tilefni. Það er nefnilega þannig að sýslumenn vilja vera leiðandi í stafrænni opinberri þjónustu og þess vegna er okkur að sérstakt fagnaðarefni að vera fyrst stofnana inn á Ísland.is. Með samstilltu átaki starfsfólks embættanna og Stafræns Íslands getum við núna boðið upp á rafræna þjónustu hvar og hvenær sem er. Á undanförnum mánuðum höfum við innleitt margar nýjungar og má nefna til dæmis rafrænar umsóknir meistarabréf og vinnutímavottorð þeim tengt. Síðan núna nýlega bættist í safnið rafrænar umsóknir rekstrarleyfi veitingastaða, rekstrarleyfi gististaða og tækifærisleyfi. En við erum hvergi nærri hægt og á næstu mánuðum munu koma nýjungar eins og rafrænar umsóknir ökuskírteini, sjálfsafgreiðsla veðbókarvottorða, stafrænar umsóknir breytingu á lögheimili eða forsjá barna
og síðan munu foreldrar koma til með að geta undirritað rafrænt samninga sín á milli í fjölskyldumálum. Það okkur mjög mikilvægt að veita góða þjónustu og við vonumst til þess að allar þessar nýjungar komi að góðum notum og mælist vel fyrir. Já, en allavega þannig mál með vexti að sýslumenn þeir veita nefnilega einstaklingum og fjölskyldum og atvinnulífinu mikilvæga þjónustu og við viljum gera það vel. Og í dag náum við risastórum áfanga á þeirri vegferð okkar. Allar þessar nýjungar miða að því að auðvelda aðgengi viðskiptavina okkar, að þjónustu okkar og leiðbeiningum. Og þess vegna þetta mikill gleði dagur. Mig langar að nota tækifærið og þakka öllu starfsfólki embættanna allan hringinn kringum landið sem hefur lagt mikið á sig og lagt gjörva hönd á plóginn við að gera nýjan vef sýslumanna að veruleika. Og auðvitað langar mig líka að þakka öllum samstarfsaðilum okkar í þessu mikla framfaramáli. Takk kærlega fyrir. Komið sæl og innilega til hamingju, sýslumenn. Þetta frábær dagur og eins og Kristín sagði, það hafa allir sýslumenn, embættin, fólkið allt land tekið höndum saman það að gera þennan vef að veruleika. Og við erum óbúslega stolt af þessu samstarfi við ykkur, sýslumenn, af því að þetta eins og áður kom fram, fyrsti vefur stofnana sem að kemur inn í heildsinin á Íslam.is í því markmið að efla og bæta þjónustu við fólkið í landinu. Og ég verð að segja að það hefur verið frábært að fylgjast með því hvernig sýslumenn og dómsmálaráðuneytið og allir ykkar samstarfsaðilar hafa gjörsamlega snúið vörn í sókn. Vegna þess að ég held að við þekkjum öll sögur af því að hafa átt í samskipti við sýslumenn hér á árum áður, beðið í biðröðum og fleira. Slíkt heyrir nú sögunni til með þessari stafrænu þjónustu sem að hér verið að stíga stórt skref inn í framtíðina. Það búið að stíga mörg skref, það eru líka fleiri skref framundan eins og hér var komið inn á áðan. Þannig þetta ofsalega mikilvægt skref í þessari baráttu. Þannig að við erum ofsalega stolt af þessu. Stafrænt Ísland, við vinnum að því að einfalda líf fólks og styðja við stofnanir og ráðuneyti þvert á ríkið í því að veita stafræna þjónustu á sem bestan hátt. Og við erum þess vegna ofsalega gaman að segja frá því að bjóða stofnun upp á þennan valkost að flytja inn í vefinn, sérstaklega svona þjónustu með að stofnanir eins og sýslumenn sem eru mikið í almennri afgreiðslu við fólki í landinu að hjálpa fólki að geta afgreitt sér sjálft, hvort sem það vill fara inn á þjónustu skrifstofur embættanna all land eða á netinu hvar sem hvenan sem í farsímanum eða tölvunni, hvort sem það á Íslandi eða í útlöndum eða hvar sem Og þetta ofsalega mikilvægt. Þannig að við erum akkurat með þessu að einfalda sýslumennu lífið með því að bjóða þeim upp á þannig veg og vinna það í sameiningu og þarna geta fleiri stofnanir komið inn í kjölfarið á þessu. En ég bara hlakka mikið til áframhaldið samstarfs. Það frábært að sjá vefinn kom í loftið. Við erum náttúrulega þetta fyrsti vefur en við erum alltaf að prófa þetta. Við erum gaman að prófa snjallmennið og sjá hvað hann getur og hvað hann getur ekki. Við bara fögnum öllum ábendingum vegna þess að við vitum það, þetta vegferð. Við leysum ekki öll vandamálin á einu bretti, heldur erum við að taka þetta í skrefum þannig að við hlökkum til áframhaldið samstarfs við sýslumenn og ykkur öll þessi frábæru mál. Takk fyrir.